Ágætu þáttakendur, ég vil fyrir hönd kennslumálanefndar Háskólaráðs, stúdentaráðs, kennslumiðstöðvar og gæðastjóra Háskóla Íslands bjóða ykkur velkomin hingað í hátíðarsalinn til þessarar ráðstefnu. Ástæða þess að ég ávarpa ykkur sem þáttakendur vísun í yfirskriftar ráðstefnunar, en hún hvernig eflum við saman gæði náms og kennslu. Efling náms og kennslu nefnilega samstarfsverkefni og allir sem hér inni verða að vera virkir þáttakendur í því mikilvæga verkefni ætla okkur að takast það. Mér langar hér við upphaf ráðstefnunnar að þakka meðlimum undirbúningshópsins fyrir samvinnuna, en í honum áttu sæti Sara Sigurðardóttir, formaður stúdentaráðs, Róbert Haraldsson, formaður kennslumálanefndar, Guðrún Gestsdóttir og Elva Björg Einarsdóttir frá kennslumiðstöð, Magnús Diðrik Baldursson gæðastjóri og Hreinn Pálsson prófstjóri auk mín, en ég heiti Stefán Þór Helgason og fulltrúi stúdenta í kennslumálanefnd Háskólaráðs. Hér á eftir kennir ýmissa grasa, en við lögðum áherslu á að ráðstefnan byði upp á fjölbreytta ráðstefnuhætti. Hún opin almenningi, unnin með þátttöku stúdenta, við myndum venda kvæði okkar í kross með raunhæfum verkefnum og jafnvel dæmisögum í góðum tengslu við atvinnulífið og svo auglýstum við þetta á Facebook. Nú glöggir taka kannski eftir því að hér tæpti ég á umræðuefnum allra málstofana, en þær taka mið af þeman í ár sem eru fjölbreyttir kennsluhættir. Nú, en einhverjir hérna inni hafa kannski tekið eftir því að samkvæmt dagskráni þá átti rektor að setja þingið. Hún því miðstödd erlendis, en það kemur ekki að sök því nútíma tæknin gerir henni kleift að setja þingið þrátt fyrir fjarveru. Áður lengra haldið þá vil ég gefa Kristínu Ingólfsdóttur rektor orðið. Komið sæl, kæru stúdentar og samstarfsfólk. Það mér mikil ánægja að setja þetta málþing fjölbreytta kennsluhætti. Þetta í annað sinn sem kennslumálanefnd, gæðanefnd, stúdentaráð og kennslumiðstöð standa fyrir þingi kennslumál og það mjög ánægjulegt að sjá hversu mikill áhugi fyrir þróun og nýmælum á sviði náms og kennslu, bæði hjá stúdentum og kennurum. Og til marks það, þá nefni ég aukna þátttöku í kennslukönnunum, fjölbreytt námskeið, kennslumiðstöðvar, málþing kennslumál á fræðusviðunum, mótun kennslustefnu og sjálfsmat allra deilda í tengslum við gæðaúttektir nýs gæðaráðs háskóla. Og það mjög vel til fundið að helga málþingið að þessu sinni fjölbreyttum kennsluháttum vegna þess að það svo margt að gerast. Og það fyrirsjáanlegt að tækniþróun muni hafa mjög veruleg áhrif á háskólakennslu. Ég nefni því sambandi vendikennslu og þessi svokölluðu MOOC eða Massive Open Online Courses, þessi MOOC námskeið sem að sívaxandi fjöldi háskóla að bjóða upp á og í dag eru milljónir nemenda sem að taka þessi námskeið sem eru opin, ókeypis og fólki býðst að taka próf. Ég sannfærð að starf kennarans verði í framtíðinni enn mikilvægara en það í dag. Og þá á ég við á öllum skólastigum. Og ég held að verði ennþá meira spennandi starf. En ég jafn sannfærð að við þurfum að taka okkur á til þess að geta mætt þessari nýju framtíð. Það þarf að huga að tæknibúnað í skólum, menntun kennara, endurmenntun kennara og þarna hefur Háskóli Íslands svo sannarlega mjög mikilvægu hlutverki að gegna. En þar fyrir utan tvennt sem að ég tel að komi okkar hlut varðandi tækniþróun og kennslu og hvortveggja stórmál. Annars vegar að tryggja móttöku nýrra kynslóða inn í skólann, þannig að við bæði skynjum og virðum nýja hæfileika þeirra og þarfir. Og við sjáum nú þegar mikinn mun á nemendum sem komin í skólan núna miðað við bara fyrir nokkrum árum síðan. Svo ég tala nú ekki yngstu kynslóðina sem elst upp við spjaldtölvur nánast úr vöggu. Hins vegar brýnt fyrir okkur að fylgjast vel með nýjungum í háskólakennslunni sjálfri. Til dæmis þróun á borð við MOOC námskeiðin.
og við þurfum að tryggja að við hvorki missum af lestinni né lendum í flóðbylgju sem við höfum enga stjórn á. Við verðum að fylgjast vel með, ræða þessi mál vel innan skólans, skilgreina sjálf, tækifæri og áskoranir og hvernig við ætlum að bregðast við. Og í mínum huga verðum við umfram allt að passa að við lendum ekki í þeirri stöðu að vera með kennara sem stendur og að kenna upp á gamla mátan og það enginn að hlusta. Það allir farnir. Mér þykir afar leitt að missa þessu spennandi þingi en ég mun fylgjast vel með því sem framfer. Ég þegar þið sjáu þetta, þá ég í Helsingi að taka þátt í fundi með norrænum rektorum þar sem þessi mál verða meðal annars á dagskrá og ég hlakka til að fá að miðla því áfram til ykkar sem þarna fer fram. Og mér langar þá í lokin að þakka ykkur fyrir hönd Háskóla Íslands fyrir að gefa ykkur tíma til að taka þátt í þinginu sem ég vona verði bæði ánægjulegt og gagnlegt. Takk ykkur fyrir. Tæknin býður okkur upp á það reyndar líka að sýna hér myndbönd. Nú ætlum við að fá innsýn inn í hugarheim nemenda og það hér á myndbandi líka. Ekkert svakalega mikið. Ég myndi vilja sjá meiri fjölbreytni. Það mætti vera meira verkefnum yfir rönnina og ekki leggja jafn mikla áherslu á próf í lokin. Og mér finnst líka hópavinna, þar sem kannski raði hópa og það verið að vinna upp úr greinum og ýmsu sem á að lesa í lesefni til að bara auðvelda öllum að komast í gegnum námið án þess að vera með brjálastress. Já, ég er með svona upp vissu marki allavega. Ég meina, það alveg blandað fyrirlestrarformi og hópavinnu og allavega viðleitni til að hafa fjölbreytta kennslu en það kannski, mér finnst ofta svo háskólanám sé kannski takmarkandi að því leyti sko. Það svolítið formfast, þannig að það er svona já innan sviga, þannig séð sko. Þitt nám? Já, mér finnst við erum í mjög miklu verknámi í þessu fæði og það mikil tengslu atvinnulífi í því að fara í framhaldsskólana og kenna og fá að upplifa hvernig starfið og sitja fundi hjá skólastundum og kennurum og svona en eins og í enskunni sem ég var í áður sko, það ekkert þar sko, það bara fræðilegs eðli sko, skemmtilegt nám en ekki mjög atvinnulífs tengt sko. Já, ég myndi segja það. Náttúrulega ósköp hefðbundi í grunninn fyrir lestrar og svoleiðis, en við erum líka með mikið af svona jafningjamati og vinnuhópa og svoleiðis, þannig ég myndi segja það. Já, ég er bara mjög sátt. Það já, eins og ég sagði áðan, þú veist, það jafningjamat, það hópaverkefni, einstaklingsverkefni og próf og ritgerðir. Þetta svona blandast allt vel saman, myndi ég segja. Já, það fyrir náttúrulega eftir við erum að læra óhefbundna tjáskiptilegir til dæmis og þá erum við kennsluaðferðina svolítið í takt við það. Við erum að sýna okkur mismunandi kannski tákn eins og tákn með talir við að læra og svoleiðis. En annars þetta kannski bara svona hefðbundið held ég. Kannski gerir maður ekki alveg grein fyrir því að maður náttúrulega bara hérna og maður búin þú veist. Já. Nei, ég hef ekki glóð það, en ég get lofað því að ég ætla að googla það. Þetta búið. Já, það verið að reyna að kenna okkur að nota fjölbreytta kennsluhætti í grunnskólum. Þannig að kennarar að kappkosta við það að sýna okkur fjölbreytta kennsluhætti þegar þeir að kenna okkur. Já, ég hef verið að nota myndbönd af YouTube til dæmis og svo kennararnir sérstaklega í líffræðinni rosalega duglegir að sýna okkur útskýringar myndbönd og að skýra betur fyrir okkur þannig. Námsefnið. Já og nei, varðandi kennsluaðferðir í sjálfum bara kennslustundunum, það mætti vera kannski aðeins meira fjölbreyttari. Við erum mjög mikið í fyrirlesturum þar sem kennari með glærur og sumir lesa meira af glærum en aðrir, en
það getur verið svolítið þreytandi en við erum stundum settar í hópavinnu eins og núna í kurs á loka árun hjá okkur erum við hjá henni Sigrúnu Gunnarsdóttir og hún er búin að vera með mjög fjölbreytta kennsluaðferðir og maður finnur alveg því líka mun á kennsluaðferðum hennar og annara kennara. Þannig að maður er svona, já, bæði já og nei, það mætti vera fjölbreyttara oft á tíðum og fleiri mætti tileinka sér þessa kennsluhætti. Já, það er einmitt hún Sigrún Gunnarsdóttir, hún var einmitt með svoleiðis hjá okkur þar sem hún er ekki að tala inn á glærur og nefndu skoða á netinu fyrst námsefnið, svo koma þær tíma og þá erum við búin að læra inn á þetta. Við einmitt, hún var einhvað að fræða okkur þetta en ég er ekki alveg 100% inn í en ég hef prófað þá sem sagt svona kannski 3 sessunum eða eitthvað í gegnum þá mín skólaár hérna. Og líkar vel? Já, mér fannst það mjög gott. Ég líka ef maður náði ekki einhverju, þá getur maður spólið tilbaka og séð betur, hvað kennarinn var að segja og svona, mér finnst það rosalega þægilegt að maður hefur ekki alveg 100% tekið eftir að skilið eitthvað og svoleiðis, að geta það að fara tilbaka og hlusta aftur. Nei, það er ekki mjög fjölbreyttir kennsluhættir, það eru bara fyrirlestrar og dæmatímar í öllum áfengum. Já, ég horfi svolítið mikið á YouTube myndbönd til að svona reyna að kynna mér aðferðirnar sem við erum að læra og skilja þær betur. Nei, ekkert sérstaklega. Það eru bara dæmatímar svona og ekkert mikið meira. Það er svona einstaka verklegir líka. Ég væri alveg til í að sjá einhverja fjölbreyttari kennsluhætti en ég er nú ekki með neinar hugmyndir. Nei, ég myndi ekki að segja það. Hvernig er svona aðal kennslufyrirkomulagið? Fyrirlestrar og svo heimaðandæmi sem maður pælir í. Nei, ekki myndbönd allavega. Þeir mætti alveg vera fjölbreyttari. Þeir eru ekkert rosalega fjölbreyttir allavega en það eru náttúrulega bara dæmatímar og fyrirlestrar en fólk er svona aðeins hvatt kannski til þess að svona í samræðum við kennara en það gengur misvel. Minni kannski en mætti vera með kannski við reyndar óvinni mikið kannski ekki endilega við atvinnulífið en við svona samfélagið á síðustu árum af því að hagfræðin bara eftir hrunið hefur svo mikið verið í umræðinni. Þannig að við hefum kannski í rauninni grætt á því aðeins þeir sem eru að læra núna en kannski ekki beinlínis við atvinnulífið sjálft. Það náttúrulega fyrir aðeins eftir hvað kúrsar maður velur sér. Það er hægt að komast nær með því að velja ákveðnar leiðir en ég fann það allavega sjálf þegar ég fékk vinnu í einhverju hagfræði tengdu síðustu sumar hvað það var margt sem ég hafði ekki áttað mig á og sem hefði kannski mátt vera búið að tengja betur enn í námi. Hefur ekki að klappa fyrir þessu. Eins og þarna kom fram þá var það Sara Sigurðardóttir formaður stúdentaráðs sem hafði umsjón með þessu ásamt þeim tæknimönnum Gústaf og Gretti á kennslumiðstöð. Nú, þá er komið að því að hingað uppkomi einn framsögumaður fyrir hönd hverrar málstofu, segir frá, haldi hérna stuttan fyrirlestur efni málstofunar. Hann viðkomandi mun síðan gegna hlutverki málstofu stjóra í málstofunni hérna á eftir og þar verða aðrir framsögumenn. Nú, fyrstan á svið vil ég bjóða velkomin Hjálm T. Hafsteinsson, dósent við iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði, en hann ætlar að fjalla opin vefnámskeið fyrir almenning. Gjörðu svo vel, Hafstein. Hjálmtýr. Já, góðan dag. Ég er í deildinni sem allir nemendunum sögðu nei þegar var spurt hvort það náttúrulega fjölbreytta kennsluhætti, þannig að við þurfum greinlega að taka okkur aðeins á. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá vefstöddum námskeiðum fyrir almenning sem er svona íslenska þýðingin á MOOC og Kristín rektor kom nú aðeins inn á þetta áðan en ég ætla að reyna að útskýra aðeins fyrir þeim sem ekki hafa heyrt um þetta hvað þetta er. Þetta MOOC er skammstöfun og ME stendur fyrir Massive og það þýðir þetta eru mjög stór námskeið. Þetta eru yfirleitt nemendur eru yfirleitt taldir í 1000, 20.000 og jafnvel stærstu námskeiðin eru með yfir 100.000 skráða nemendur. Þeir eru náttúrulega ekki allir mjög aktífir en þetta eru samt nemendur sem eru að taka einhver þátt í námskeiðinu. Fyrsta OEð stendur fyrir Open, þannig að þetta eru opin námskeið, hver sem getur skráð sig í námskeið. Skráningin er yfirleitt frí og tiltölulega einföld, það er ekki að gefa mikið upplýsingum, bara netfang, einhvers konar netfang
og eitthvað nafn, maður getur alveg ráðið hvað maður kalla sig, og nefnendur, þátttakendur koma víða að úr heiminum. Þau koma mikið frá Bandaríkjum auðvitað, en Evrópu og Asíu og Indlandi, Afríku og alls þar. Þannig að þetta er mjög opin námskeið. Þau eru á vef baseruð, vefbyggð, þau eru óæðisnandi bara online. Allt gerist á netinu. Það eru allir fyrirlesturar eru á netinu, menn skila verkefnum og heimadæmum á netinu, endurgjöfin eða yfirferðin á verkefnum fer fram gegnum netið, og umræður og ýmislegt annað, þetta er allt inn í einhverju svona vefumhverfi yfirleitt. Þannig að þetta er svona, það er engin ekkert húsnæði, ekkert fysiskt í rauninni sem á sér stað. Auðvitað tengjast þessi námskeið stundum öðrum námskeið sem eru svona bara hefðbundin háskólanámskeið, en það þarf ekkert endilega að vera þannig. Og síðan stendur fyrir course eða námskeið, og þetta er yfirleitt bara einstök námskeið, mjög afmörkuð og svona reynda að búa til eitthvað svona áhugaverð námskeið, og það er, eins og ég segi, þetta er ennþá bara einstök námskeið, en það væri hugsanlega hægt að búa til svona mjög strjálar námslínur úr þessu, sérstaklega í tölvunarfræðinni, þar eru mikið námskeiðum, og í nokkrum öðrum námslínum þá væri hægt að búa til einhverja námslínur, en þetta er svona mjög mikið ójafnvægi ennþá. Þetta er nýtt, þetta í rauninni hefur verið mikið umræðan á síðasta ári, byrjaði eiginlega kannski 2011 haustið þá, en síðan hefur þetta sprungið svolítið út. Nú, hverjir það sem bjóðu upp á þessi MOOC? Nú, þetta eru háskólar, og þeir eru oftast tengdir einhverjum fyrirtækjum sem að sjá námskeiðin að auðsleiti fyrir þá, og fyrirtækin það er nokkur, það er stærsta fyrirtæki líklega Coursera, það er stofnað upp úr Stanford, það voru 2 prófessorar úr Stanford háskóla sem stofnuðu þetta fyrirtæki, og þeir hafa síðan samið við ýmsa háskóla að bjóða námskeið frá þeim undir þeirra hatti, og þeir segjast núna að vera konum með 62 háskóla, og þetta fer fjölgandi dag frá degi. Þeir eru konum með langflestir skólarnir eru í Bandaríkjunum, en það eru komnir háskólar í Evrópu eins og Edinborg, Kaupmannahafnar háskóli og háskóli í Frakklandi, Ítalíu, en þá er þetta reyndar langmest í Bandaríkjunum. Svo er fyrirtæki sem heitir edX sem byrjaði í MIT upp úr svona open courseware sem að þeir hófuð þar fyrir nokkrum árum, og þeir tóku síðan Harvard með sér, og síðan hafa þeir svona bætt við nokkrum skólum, en þetta eru frekar fáir skólar, kannski 10 skólar þar, en þetta er með mjög mikið námskeiðum, hlutfallslega meira námskeiðum heldur en kannski Coursera. Og svo eru nokkur önnur fyrirtæki, kannski kannski sem heitir Udacity, sem byggir aðeins öðruvísu upp. Þeir hafa ráðið til sín kennara, í rauninni bara svona stóli kennurum bara frá háskólanum, og sett þeim fyrir að búa til námskeið hjá þeim. Þannig að þeir eru ekki beint í samstarfi við einstaka háskóla, þó þeir séu kannski aðeins farnir að gera það núna. En þá er spurningin, hver er viðskiptahugmynd í þessum fyrirtækjum? Hvað eru þeir að hugsa? Og það er voðalega óljóst ennþá. Hugsalega núna þarf ekkert að borga, þú bara ferð inn og fær bara PDF-skjal þegar þú ert búið með námskeið. Hugsalega mætti hugsa sér að þeir nefndu borguð fyrir skírteinið að þeir hafa lokið námskeiðinu, eða borgi fyrir að komast inn í námskeið eða eitthvað þess þar, eða hinn vinkildi væri að selja aðgang að nemendunum, fyrirtækjum sem eru að leita sér að starfsfólki, en þetta er allt voðalega loðið og það er engin peningar að koma inn í þessi fyrirtæki, ekki gegnum námskeiðin. Þá er spurningin, hvers vegna eru að vera að bjóða upp á þessu námskeiði yfirleitt, og það eru mjög margar ástæður fyrir því, og kannski jafn margar eins og þessir aðilar sem koma að þessu. Fyrsta lagi háskólarnir, hvað eru þeir að hugsa? Þeir eru að gefa þarna, sérstaklega í Bandaríkjunum sem er mjög dýrt að skrá sig í háskóla, hvernig eru þeir að gefa þessi gæði? Upphæðlega byrjaði þetta held ég nú bara sem eitthvað svona, þetta var svona auka sýnileika, þeir voru að sýna, þeir svona ákveði goodwill, þeir eru að búið til goodwill fyrir sjálf sér, MIT og Stanford. En síðan hafa fleiri háskóla komið að og sumir þeir eru hrættir vera skildir eftir, eins og rektor nefndi, það er lest að fara af stað og við erum ekki á henni, þá erum við að missa einhverju. Sumir háskóla hafa hugsað þetta þannig að þetta er ágætis aðferð til að æfa kennara í nýjum kennsluháttum. Þeir fá þarna stuðning frá þessum fyrirtækjum og þetta er kannski 5 eða 10 kennarar sem að prófa þetta og þeir geta þá sagt hinum frá því. En þetta er líka svolítið fjölbreyttar ástæður.
Nemendurna náttúrulega, þetta alltaf bara engin, það ekkert neikvætt í þessu fyrir nemendurna. Þeir fá þarna frí háskólanámskeið á formi sem hentaði mörgum þeirra mjög vel, allt svona á vefnu, þið geta unnið þetta hvenær sem og hvar sem og fyrir suma nemendur, sérstaklega í vanþróuðum löndum, að þá þetta kannski eina tækifæri sem þið fá til að taka háskólanámskeið. Og það mikið af mjög þakklátum nemendum á Indlandi, Afríku, Suður-Ameríku, Asíu sem hafa tekið svona námskeið og ég veit að fyrir suma kennarana þá finnst þeim þetta stærsti hlutin, bara þetta svona ákveðið svona ego-trip að vita það að þú ert að kenna mjög mörgum þakklátum nemendum út allan heim. Og svo það þessi fyrirtæki, ég svona ekki alveg, kannski ég veit ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa, en sum þeirra reynda að segjast vera hugsjónafyrirtæki, þetta þekking eigi að vera frí og eigi að vera fyrir almenning og eigi að vera fyrir alla. En það náttúrulega, þau eru samt búin að taka við fullt af áhættufjármagni frá áhættufjárfestum og þeir eru náttúrulega ekki að gera þetta góðmennsku. Þeir eru að stinga fætinum inn í hurð sem hefur verið lokuð fyrir þeim og þegar þeir komast með fótinn inn og þá veit maður aldrei hvað gerist. En þetta eitt af því sem að menn hafa verið að hugsa og við þurfum að hafa vita af og hafa varan á okkur. Ræðum þetta kannski betur í málstafana eftir. Hvaða námskeið í boði? Það náttúrulega mjög fjölbreytt úrval. Þetta eru flest svona byrjunarnámskeið í BSc-BA námi, fyrsta annars árs. Tölvunarfræðinámskeið sem þetta eru algengast, þetta byrjaði mikið innan tölvunarfræðinar en það komið líka starffræði, verkfræði, líffræði og mjög mikið líka af öðrum námskeiðum. Ég veit ekki hvort ég geti lesið þetta, en ég setti mynd af þetta eru námskeið sem byrja hjá Coursera í þessari viku. Þarna er verkfræði, þarna eru einhvers konar starffræði og sagnfræði, það er tölvusagnfræði og svo leyndar líka einhver tónlist og fleira. Og þið sjáu námslengdina þarna lengst til hægri og þetta eru oft svona alveg námskeið, þetta eru frá svona 5-6 vikum og upp í 12-14 vikur og þau eru keyrið á ákveðnu tímabili, þannig að þau byrja bara á einhverju ákveðin degi og þá opnast þetta og þá getur koma fyrirstafnið inn og þá getur maður fara að gera verkefni á heimadæmi og síðan lýkur þeim á ákveðnu tímabili og mörg þeirra loka þá bara alveg, þannig að þú hefur ekkert aðgang að þessu lengur eftir það og þá próf og þá þetta búið. En sum þeirra reynda að hafa þetta aðgengilegt eftir að námskeiðinu er lokið, en það náttúrulega, þú getur ekkert lagt skilarinn heimadæmi, þú getur bara skoðað glærur og vídeo og svoleiðis. En þá spurning hvernig lítur þetta út og ég hef tekið nokkur svona námskeið. Ég vísu ekki lokið neinu, ég svo upptekinn. Hérna sett ég inn eitt námskeið sem ég satt og fylgdist svolítið vel með. Þetta er tölvunarfræði, þetta er dulmálskóðun og þið sjáuð þarna á þessari mynd sem ég skellti, þetta er heimasíðan sem að sér fyrst þegar maður kemur inn í námskeið og þarna sjáuð þið að þetta er frá Coursera, þetta heldur þarna efst til vinstri en þetta er mjög vel merkt háskólanum, þannig að það er mjög dæmigert, þetta er háskólanur er aðalatriði þessu og þeir eru svona og síðan sjáum við þarna að þarna eru svona upplýsingar og lengst til vinstri eru þarna verkefnin og félagsstefnar og svo framvegis og ef ég smelli þarna á video lectures og þá fæ ég þetta eru heimadæmi þá fæ ég þetta eru heimadæmi sem maður getur lagt og bláinn happurinn þá getur maður leyst heimadæmi, þetta eru oft krossspurningar og jafnvel einhver einföld forrit og þá maður fær endurgjöfina í gegnum að það er forrit sem fer yfir forritið manns og segir manni hvort það sé eitthvað vitlaust við þau eða hvort það séu rétt. Og maður fær nokkra tilraunir, þannig að sjáu þið neðst að ég hef aldrei reynt við fyrsta heimildamið en ég hef 4 tilraunir. Og maður fær einhver mismynding með einhvern fyrir eftir maður er á seitin eða eitthvað. Og hérna er myndböndin, þau eru yfirleitt þannig að það er hakað við grænt hvort ég hef hort á þau ekki og það er reynt að hafa yfirleitt þessi myndbönd svona frekar stutt 10-15 mínútur en þessi reyndar kannski hef ekki alveg ráð við sig, hann er alltaf í 20 mínútur og sögum vídeón eru alltaf í 30 mínútur hjá sögum kennurum, þetta er náttúrulega kennar þess að ráða þessu og en ég bara ganni fyrst ég hef ekki 1 mínúti, já, þá ætla ég að sýna ykkur já, ég ætla að fara aftast þá er ég með eitt þessi hvar er það er hérna er vefsíða sem er svolítið athyglisverð vegna þess að hún er með lista yfir þau námskeið sem eru í gangi í þessum
í þessum á þessu sviði. Þetta heitir Class Central og þetta ekki rekið af neinu af þessu fyrirtæki, þetta bara fólk sem safnar þessu saman og hérna sjáu þið rauninni námskeið sem að byrja á núna. Það eru að byrja núna, þetta eru nafnið á þeim og hvað þau eru, hvað kennar þau, á hvaða sviði þau eru, hvenær þau byrja og hvað eru löng og hver það sem stannar bakvið. Það edX, Coursera og þetta eru hérna, þið sjáu þetta gríðarlega langur listi og hérna þetta öll námskeið sem að byrja núna á næstu 2-3 vikum og hérna þannig að hérna, þetta sjáum bara úrvalið þarna og þetta alltaf þessu svona, þau eru mismunandi gæða á þessu en þetta líka það sem að þessir eins og Kristi rektor sagði að rektorarnir eru allir að horfa á þetta að gerast og hérna menn eru svolítið svona nervusir yfir þessu en ég tíminn búinn hjá mér og hérna ég tók þetta í morgun að í dag hérna alþjóðlegi hrósdagurinn þannig að ég ætla eiginlega bara að biðja ykkur, ég ætla að hrósa ykkur fyrir að mæta hérna og sýna í verki hvað þið hafa áhuga á fjölbundnum kennsluháttum og ég ætla bara að biðja ykkur að klappa fyrir sjálfum ykkur. Ég þakka hrósið. Ég ætla svona, rétt að fara yfir það fyrir þá sem að þá fyrirlesarar sem eru eftir að ég með hérna miðasystem upp á tíman. Ég reyndar alltaf að útvega mér rauðan og grænan miða en svo ég litblindur þannig ég með bleikan og gráan en það kemur ekki að sök, það bara einn miði, þá eru 2 mínútur eftir hinn miðin, þá ætla ég að biðja ykkur að hætta leið og ef allt 30 þá erum við bjöllu hérna sem fer af stað. Nú næst á svið Guðrún Geirsdóttir, hún ætlar að nei, það ekki Guðrún Geirs, yngra aðeins. Næst á svið ætla ég að bjóða eina nemandan sem hér í hópi framsögumanna. Það engin önnur en Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, nemandi í viðskiptafræði. Hún ætlar að segja okkur hvernig nemendur geta stuðlað að fjölbreyttum kennsluháttum. Ágætu fundagestir, Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir heiti ég og formaður menntamálanefndar Stúdentaráðs Háskóla Íslands. Það ár frá því að við sem sitjum í menntamálanefnd tókum við nefndinni og leið og við byrjuðum okkar starfsár, þá fórum við að leita leiða til þess að hvernig við nemendur við Háskóla Íslands getum haft áhrif á gæði náms. Hvaða leiðir getum við farið til þess að hafa áhrif á okkar eigin nám? Við berum auðvitað ábyrgð á okkar námi og við eiginlega strax það sem við lögðum áherslu á einmitt var það að við nemendur berum ábyrgð á okkar námi. Og út frá þessum hugmyndum okkar þá ákváðum við að halda menntamálaráðstefnu sem við gerðum. Þann 19. janúar síðastliðinn stóð menntamálanefnd SHÍ fyrir málþingi með yfirskriftinni Hvað geta nemendur gert til þess að bæta gæði náms? Við buðum formönnum og fulltrúum nemendafélaga í Háskóla Íslands sem og kennurum og málþingi var vel sótt þrátt fyrir að vera fyrir hádegi á laugardagsmorgni. Málþingi stóð í rúma 3 klukkustundir og það reyndist erfitt að stöðva það líflegu umræðu sem sköpuðust að dagskrárloknum, að formlegri dagskrár. Á mælendaskrá þingsins voru 6 einstaklingar með ólíkan bakgrunn innan háskólans, jafnt nemendur sem starfsfólk, en eiga það öll sameiginlegt að hafa brennandi áhuga á þeim þætti háskóla sem snýr hvað helst að nemendum, sjálfu náminu. Fyrstu tók til máls Magnús Pálsson, forstöðumaður Viðskiptafræðistofnunar, sem benti á hvernig einföldustu lausnirnar eru oftar bestu. Til að mynda hvað kennslustundur mikið betur ef nemendur mæta vel undirbúnir fyrir hverja kennslustund. Og nemendur leggja sig fram til þess að mæta og sinna náminu 100%. Næstu tók til máls Gunnar Dofri Ólafsson laganemi sem fræddi fundargesti mentorkerfi sem Orator félag laganema hefur starfrækt undanfarin ár með góðum árangri og sammæltust viðstaddir að kerfið mætti taka upp innan raða fleiri nemendafélaga enda vel til þess fallið að auka samkennd og vellíðan í skólanum. Mentorkerfið sumsið þannig að eldri nemendur taka nýja nemendur undir sinn væng ef svo má orðið komast og þannig verða nýja nemendur fljótari
að aðlagast háskólasamfélaginu og vera þess vegna fljótari að taka þátt af fullum krafti. Anna Marsibil Klausen, bókmenntafræðinemi, vakti athygli fundargesta á hversu mikilvægt að nemendafélögin hafi jafnrétti félagsmanna að leiðarljósi í starfi sínu, og eftir henni var Birgir Örn Steinarsson. Hann ræddi þverfræðilegt fræðakvöld sem sálfræðinemar höfðu staðið fyrir og ljóst að viðbrögð fundargesta háskólanemar eru mjög áhugasamir slík kvöld. Með þverfræðilegum fræðakvöldum markmið að auka víðsýni og dýpri skilning á námsefninu, sem sé að nemendur fræða hvort annað, sem mjög sniðugt á okkar mati. Stefán Þór Helgason, glæsilegi fundarstjórinn hér í dag og viðskiptafræðinemi, tók til máls og fræddi hann okkur hina ýmsu innviði háskólans sem snúa gæðum kennslunar og hvert nemendur geta snúið sér þegar kæmi að því að hafa áhrif á þeim vettvangi. Síðastur mælendaskrá var Róbert Haraldsson sem fræddi okkur störf kennslumálanefndar. Í tölu sinni drap hann á eftirfylgni með kennslukönnun, fjölbreyttum kennsluháttum innan háskólans og þeim ýmsu ferlum innan háskólans sem snúa að sjálfri kennslunni. Eftir að Róbert hafði lokið málsinu skiptu fundargestir sig í hópa og ræddu mælendur nánari útfærslu af hugmyndum sem þar hafi borið upp í ræðum sínum. Þeir kynntu svo niðurstöðu málefnavinnunar í kjölfarið og sköpuðust eins og fyrr segir líflegar umræður og ljóst að mikill hugur bæði nemendum og kennurum við háskólan að gera það sem valdi þeirra stendur til að auka gæði náms. Við vorum sammála að ábyrgð nemandans í námi gríðarlega mikilvæg og nauðsynleg ef við ætlum að bæta gæði náms við Háskóla Íslands. Við vorum einnig sammála að auka það fjölbreytni kennsluaðferða og nútímavæða framsetningu námsefnis til að mæta ólíkum þörfum og væntingum nemenda og glæða og viðhalda áhuga þeirra. Mikilvægt að örva nemendur í verkefnabund og lausnamiðuðu námi og ýta undir frumkvæði, gagnrýna hugsun og skapandi starf nemenda. Nýta þarf þá nýja miðla sem nemendur nota utan skóla til að glæða áhuga þeirra náminu og auka fjölþætt verkefnaskil. Það mikilvægt fyrir okkur sem erum hér í dag, kennarar og nemendur, að við grípum þetta einstaka tækifæri sem við höfum til þess að hlusta á hvort annað og reyna að öllu leyti að hugsa í lausnum og þegar við förum inn í okkar málstofur að fyrst og fremst hugsa í lausnum og einmitt grípa tækifæri sem við höfum hérna í dag, hlusta hvort annað því að við getum skapað svo ótrúlega flott. Ég held að við getum skapað ótrúlega flotta hluti hér í dag, bara að við hlustum á hvort annað og hugsum í lausnum. Takk kærlega fyrir mig. Já, þú tókst reyndar eitt blaði viðbót sem ég á held ég. Já, nú kunnaði þetta næsta. Þá tekur til máls Guðrún Geirsdóttir, deildarstjóri á kennslumiðstöð. Hún einnig dósent við kennaradeild og hún ætlar að fjalla vendikennslu. Takk fyrir það, Stefán. Hjálmtýr stal mínu djóki hrósdaginn. Ég ætlaði líka að nota það og ég ætla bara að gera það því að þegar við byrjum, þegar Háskóli Íslands fór á stað með þessa hugmynd svona dag í fyrra, og ég kom mjög upprifin og kát eftir þann dag heim til mín og fór að hugsa ætli þetta verði kannski bara happening, eitthvað svona sem gerist bara einu sinni. Og þegar að maður horfir yfir salin hér og sér að það svona margir aftur í það, þá fyrir maður að hugsa það er svona meiri von til þess að þetta sé bara orðið bara partur á okkar hefðbundna gæðastarfi í háskólum og það eigum við hrós skilið fyrir öll. En ég ætla að, ertu nokkuð byrjar á tímanum? Nei. Okay. En vendikennsla, þetta svona svolítið, já, ég ætlaði sýningu fyrst, sjáðu þið. Þetta svo eina triksi sem verður gert í mínu erindi. En vendikennsla er íslenska snörunin eða þýðingin á það sem kallað flip teaching eða the flipped classroom og svona dálítið buzzword í háskólakennslufræðinu, hefur orðið það svona síðustu bara 2 árin. Þetta orðið að þessi hugmyndafræði eignuð 2 bandaríkjamönnum sem heita John Bergman og Aaron Sams og þeir annað þeirra munu reynda að koma hingað á vegum Keilis í
í apríl og okkur verður boðið að taka þátt í ráðstefnu eða kynningu með þeim og þeir eru jafnframt búin að gefa út fyrstu bókina Flip Teaching sem ég var að panta núna áðan á Amazon og pantaði 5 auka eintök fyrir háskólan fyrir þá sem hafa huga á að skoða þetta betur. Þeir eru framhaldsskólakennarar í Kaliforníu og byrjuðu að prófa svolítið aðra kennsluhætti í sinni kennslu, kölluðu þetta nú ekki neitt svona fínu nafni fyrst en svo breytist hugmyndin út og eitthvað tíma svona í kringum lok 2010, þannig að þegar við erum að tala nýja hluti hér, þá var þetta kynnt sem flipped classroom, þó þeir undirstrikið það báðir að það sé ekki til neitt í the flipped classroom, heldur er þetta mjög margar ólíkar útfærslur. En í mjög stuttu máli eins og við sáum því kynningamyndbandinu undan, það sem var ágætis kynning á vendikennslu frá hjúkrunarfræðinema, þá er þetta það að kennari tekur upp fyrirlestrana sína, getur gert það í mynd eða í glæruform eða hvernig sem setur þau á netið, á námskeiðsvef eða á heimasíðu eða hvar sem hann vil hafa sína kennslu og gera það þannig að nemendur hafa aðgang að þeim fyrirlestrum utan kennslustunda. Þetta er annar hluturinn, annar helmingurinn og þarna fá stundum svona háskólastjórnendur glýju augun og hugsa með sér, vá, þetta spara dálítið mikið kennara og skólastofur og ýmislegt annað, en hinn hlutin að þessu kemur þá í staðinn. Hugmyndi með því að færa fyrirlesturinn út er að geta nýtt samveru tíma með nemendum kennara betur í annað heldur en fyrirlestur. Þessi hugmyndafræði eða þessi kennsluaðferð byggir á að mínu viti á 4 svona lykilþáttum og ég ætla bara aðeins að reifa þá 4 atriði sem útskýra af hverju þetta hugtak kemur eða þessi hugmynd kemur upp og verður vinsæl. Hún er kennd á öllum skólastigum, þetta er notað á öllum skólastigum, lestrakennslu og svona. Í fyrsta lagi það sem við vitum þekkingu og ég ætla nú ekki að fara að tala hér þekkingu og þekkingafræði í háskólan sem snýst ekki annað en þekkingu og miðlun hennar og sköpun hennar. En það sem við vitum allavega þekkingu er að hún margfaldast næstu því, held ég á 2 ára fresti, ég man ekki hvað með þessum að þekking heim sem við búum yfir í heiminum, hún margfaldast mjög ört og hún er orðið svo mikil að það er ekki nokkur maður, ekki einu sinni mjög þröngu fræðasviði sem getur, eða háskólanum sem getur tileinkað sér alla þá þekkingu sem að þarf að búa yfir til að teljast maður með mönnum á því sviði. Nú það er líka það, við vitum það að hún býður ekki bara þarna tilbúin í einhverjum pökkum, heldur er þekkingin þess eðlis að ef hún ætlar að koma að einhverjum að gagni, þá verður hún að gera hana að persónulega, hún verður að vera merkingabæri og leiði til skilnings, og maður þarf að vinna með hana og vita hvernig maður á að nýta hana. Og þetta tengist því sem við erum að glíma við á háskólastiginu, svona ný hugmyndafræði, reyndar á fleiri skólastigum, það er að segja hugsa þekkingu út frá hugmyndum hæfni frekar en að búa yfir einhverju inntæki eða einhverju þekkingu. Þannig að við segjum núna hvað getur fólk gert þegar það kemur út úr skóla, ekki hvað kanntu mikið. Hvernig getur þú nýtt þá hæfni og þá þekkingu og þá leikni sem þú tileinkar í háskólanámi til að beita á ný og áður óleyst verkefni. Það er það sem skiptir máli. Nú atriði númer 2 sem skiptir máli, það er það sem við vitum nám og hvernig nám á sér stað sem er náttúrulega hinn kannski hliðin á þekkingunni. Hvernig tileinkar maður sér hana. Og það hafa einmitt í gegnum tíðina verið til ýmis námslíkun sem reyna að útskýra það hvernig við mannveru náum tökum á þekkingu og hvernig við lærum. En þau sem við notum nú í dag og teljum í dag skýra einna best hvernig nám á sér stað. Þau eiga það öll sameiginlegt að hugsa virkni nemenda. Það er til þess að læra eitthvað, þá verður það að kljást við það, prófa það, reyna það, býti í það, fara á vettvang og svona gá hvernig það virkar, prófa okkur áfram. Tala það, útskýra það fyrir öðrum, prófa að ræða við það við jafningja, ræða við það við sérfræðing og svo framvegis. Og þetta er nú bara eitthvað glæra sem ég fann í einhverju grein sem sýnir annars vegar svörtu dílunar eru hvernig nemendur gekk að svara spurningum á prófið eitthvað slíkt þegar að hvernig gekk þegar að voru notaðar hefðbundna miðluna aðferð eins og ég er að ástunda núna og svo þessar rauðu hvernig þeim gengur þegar að lögð áherslu á virkni í námi að nemendur sé að vinna við ýmis verkefni og reyna á þekkingu sína. Þriðja atriði er svo upplýsingatæknin sem hefur áhrif á þessar vendikennslu hugmyndir. Og ég þarf heldur ekki að hafa mörg orð hana, við erum búin að sjá ýmislegt núna, við erum til dæmis búin að sjá hvernig með tiltölulega auðveldan og einfaldan hátt hægt að koma orðum fólks og hugmyndum á framfæri með litlum tilkostnaði þó að
við höfum vanda til það ekki vera textar eða eitthvað svolítið alltaf, en upplýsingatækni náttúrulega bæði, eins og Hjálmtýr koma, opnar nemendum okkar óendanlega þekkingabrunn og við höfum aðganga bara á einu músa klikki höfum við aðganga flottu námskeiðum í MA10 og alls konar upplýsingum og svo líka mótan og það hvernig við lifum okkar lífi, hvernig við eigum samskipti og hvernig við lærum. Nú fjórða atriði svo það sem við vitum kennsluhætti í háskólum og þar skilgreinum við þá mjög oft sem fyrirlestra. Fyrirlesturinn það hefðbundna, þegar við vísum í hefðbund kennslu, háskólakennslu, þá erum við yfirleitt að tala fyrirlestra og fyrirlesturinn náttúrulega hundgamall sem við vilja rekja til fjallræðunar en það var ekkert formlegt skóli í kringu það en sem sagt fyrirlesturinn jafngamall háskólanum og þeir urðu til eðlilega þegar að fólk hafði ekki aðgang að neinu. Það var engin upplýsingatæki, það var enga bækur til og eina þekkingi sem nemendur höfðu aðgangað var inn í hausni hjá kennaranum. Þannig þetta var alveg eðlileg heimssýn þá og eðlileg kennsluaðferð með við það sem þar aðstæð sem við byggum við þá. Nú en þessi hefðbund aðferð hefur haldist á lífi svo vel að við þegar við byggjum nýja skólastofur við háskóla þá byggjum við fyrirlestrasali, við köllum vinnutíma kennara, mælum hann í fyrirlestrum, við þarfum að halda 3 fyrirlestra eða hvað þarfum að halda marga fyrirlestra, þannig þetta mjög inngreift í okkur. Háskólakennarar læra ekki kennslufræði, þeir læra þessuna mest að kenna eins og þeim var kennt og kennararnir sem kenndi þeim kenndi fyrirlestrum, þannig mjög erfitt að breyta þessu. Og nú segja margir, ég held mjög góða fyrirlestra og mínir nemendur mjög virkir og ég alveg viss það fullt af góðum fyrirlesurum, háskólakennar sem góði fyrirlesarar, en ég hef líka setið í tímum þar sem kennarar koma allsalir út að þeim fannst þeir ná svo góðum tengingu við nemendur og það var alveg rétt, alla þess að 3 sem þeir náðu tengingu við en hínir 232 voru bara eitthvað að gera eitthvað annað, en fyrir kennaran kom þetta vel út. Nó, ok, og vandi við fyrirlesturinn að við vitum náttúrulega ekkert hvers konar fólk, hvað fólk veit sem við erum að kenna. Þannig að vendikennslan snýst þetta að snúa við þessum hefðbundnu kennsluaðferðum, fyrirlesturinn fer heim og það sem það ætlust til að fólk heima og lendir yfirleitt í vandræðum með, þegar maður þarf að leysa dæmin, vinna verkefni, það kemur inn í skólan, undir umsjón kennara. Og hvers vegna, það gefur kennurum tækifæri til að halda sína fyrirlestra, þeir eru jú sérfræðingar í efninu og ólíkt múkinu, þá var það minn kennari sem var að halda þennan fyrirlestur. Það var okkar rektor sem byrjaði áðan. Þetta var ekki bara einhver MIT-rektor sem sagði, getum við keypt eina svona inngangskynningu frá einhverjum rektor. Þannig það skiptir máli því það minn kennari, það það hvernig hann talar og hann prófar mig að lokum. Þannig það skiptir máli. Gefur nemendur tækifæri til að vinna með þekkinguna, semst meiri tíma undir stjórn kennara og þar eru kennarar sérfræðingar, kenna fólki að beita þekkingunni. Tekum við það er hægt að taka með þörfum fleiri nemenda, bæði þeir geta náð í efni þegar þeir þurfa, setjum með fyrirlesturinn sína skoða og aftur, farið og googla þegar þeir eru að horfa, vændað kennaran sem ekki auðvelt í svona sal og það er hægt að sinna betur þörfum þeirra í kennslustundum og þetta færir ábyrgð nemendana eins og virðist vera mikilvægt fyrir nemendur og svo erum við að nota upplýsingatæknina. Það gerir kröfur, ákveðnar kröfur. Það gerir kröfu til kennara, ég set nýtt af því þetta ekkert nýtt. Ég meina að við höfum kennt á margs konar hátti í háskólum í langa tíð og við kallum hefðbundna kennslu eitthvað ákveði. Þannig að þeir verða meira leiðbeinendur í námi heldur en miðlarar og þeir þurfa að tileinka sér nýtt vinnulag, þeir þurfa að læra að taka upp, það er ekki mjög flókið, ég gerði það og það er engin vandi og það þarf að skipuleggja, það þarf að læra ákveðið svona verklag í kringu það. Það sem erfiðast eins og þetta, hvað á ég þá að gera með nemendum þegar þeir eru hérna? Og ég get ekki ennþá bara að setja og röfla og skammast yfir þér á Facebook af því þeir eiga að vera að gera eitthvað og ég á að sjá hana sem kennari. Þá vandast máli, þá þarf ég að vinna ákveðin verkefni. Og nemendur eru með nýtt hlutverk, þáttaka í tímum, þeir þurfa að vera undirbúnir og þeir þurfa að taka ábyrgð á því að vera virkir í tímum. Og svo ætlum ég bara að ljúka þessu, þetta er semst frá þessum öðrum af þessum höfundi sem segir semst, ef við erum að tala um fjölbreytta kennsluhátíð þá verður að passa það að aðferðirnar sem við erum að prófa, þær verða að passa okkar tilgangi og þær eru bara eitt verkfæri í verkfærakistum. Þær með ekki vera einhæf leið heldur fjölbreyttu kennsluaðferðina sem við vorum að boða. Þannig að þá er það búið. Guðrún. Þú stalst truminu, þú ætlar að stila dagskrána líka.
Já, fleiri blöð, já. Ég þarf að passa betur upp á það. Heyriði, næst tekur til máls Hilmar Bragi Janusson, forseti verkfræða náttúruvísindasviðs, og hann ætlar að segja okkur frá námsverkefnum í tengslu við atvinnulíf. Komið sæl, og þetta verður skemmtilegu dagur held ég. Ég fæði verkefni að segja ykkur og fjalla námsverkefni í tengslum við atvinnulíf. Ég sjálfur að koma þaðan eða úr fyrirtæki. Og reynda var ég aðeins að passa með þessum titli því að ég ger ekki í raun og veru greinamun á skólum og námi, kennslu og starfsemi í fyrirtæki. Ég held að þetta sé eitt stærsti vinnustæði landsins og stór hluti af atvinnulífi í Íslendinga. Þannig að aðeins að leiðrétta titlina því hætti. Þegar við eigum við tengslu í atvinnulífi þá erum við venjulega að tala um tengslu við fyrirtæki. Og ég kom til starfa í skólanum í haust og gekk til kennslu með Jóhanni félagi mínum, Malmqvist, og upplifði dálítið sérkennilegt í fyrsta tímanum, satt aftast og var að reyna að fylgjast með og þá var allir nemendurnir mætti með tölvu. Og ég hugsaði, guð mig góð, ég næ aldrei neinu tengslum við þennan hóp, þegar verða að koma inn á Facebook og ég hef búin að missa eftir smá tíma. En svo fór ég að fylgjast með því hvað það voru að gera í tímanum. Og í hvers skipti sem að Jóhann nefndi, droppaði einhverju nafni eða nefndi eitthvað óskilinlegt orð, að þá googluðu þau og flettuðu upp á netinu. Og síðan hef ég verið stjarfur af hræðslu við nefnendur að hafa rétt fyrir mér eða fara ekki með fleipur. En ég ætlaði að byrja þessu mottói sem að ég hef og ástæðan fyrir ég vel þetta mottó og svona upplifði það var að í uppbyggingu á mínu gamla fyrirtæki að þá vantaði okkur stundum inn í nemendur sem komum til starfa og vantaði í fæi hjá okkur og eitt af því sem við gerðum þá var að fá starfsmenn til þess að taka að sér kennslu í fæinu inn í háskólanum. Og út úr því fengum við úrvalssérfræðinga í viðfangsefni, við tókum teiknifræði, stýringar og ýmsa aðra hluti sem við okkur fannst vanta upp á að nemendur hefðu og þetta var sem sagt svona brilljant leið til þess að tileinka sér og læra með því hreinlega að kenna og þannig þetta mitt motto að besta leiðin til að nema er að kenna og ég held að besta leiðin til að kenna sé að læra með nemendum og leið og við hættum að gera það að þá held ég að við séum orðin óhæfir kennara. Ég held að kennari sem lærir ekki eitthvað fólkið, nemendurnar, fæið á meðan hann kenna, það held ég að sé orðin óhæfur kennari. Námsverkefni í tengslu við fyrirtæki, það í grunnnámi og það bara, við getum farið rætt yfir þetta, það nú ekkert í grunnnáminu eða meistarnáminu eða framhaldsnáminu sem ekki hægt að tengja við fyrirtæki, fara út í fyrirtæki í heimsóknir, fá gestafyrirlestra, taka lokaverkefni í grunnnámi eða meistarnámi. Þannig að þetta bara staðreind að það hægt að, og ég hef sjálfur gert það í öllum þessu stigum eða mínir samstagsfólk og nemendur hjá okkur gera þetta yfir höfuð. En þarna eru tækifæri. Það svona nokkur skilyrði fyrir námsverkefni sem ég myndi vilja fara í, nemenda megin og fyrirtækja megin og við fengið nemendur úr allstaðar úr heiminu í mínu gamla fyrirtæki og við vitum að í skólanum oft erum við að senda nemendur út á hættulega braut. Þau hafa ekki jákvætt viðhorf til vinnu, kunna ekki að vinna, þau hafa ekki jafnvel áhuga á viðfangsefni og það skelfileg stað og hafa jafnvel efasemdir starfsemi fyrirtækina eða það sem þau tengjast og eða hafa mjög óraunhæfar væntingar og halda þessu að labba inn í störf eða eitthvað slíkt og síðan eru nemendur að fara inn í fyrirtæki sem jafnvel hafa ekki jákvætt viðhorf til menntunar eða telja sig ekki þurfa á menntun og þekkingu að halda. Þannig að það eru grundvallar skilyrði og við eigum að leggja þau út. Við eigum að leggja þau út þegar við sendum nemendur, við eigum að leggja þau út þegar við veljum fyrirtæki til samstarfs og vera óhrædd við það að kalla það. En fyrir málstofun og svona þá myndi ég aðeins vilja nefna hérna nokkur tækifæri sem að nýta má oftar og betur.
við tölum stundum að sko þekkingafyrirtæki og eins og þau hafi svona dottið af himnum og bara orðið til einhvern veginn, en þau verða það vegna þess að þau eru lærdómsfyrirtæki og við þekkjum þetta hugtak úr viðskiptafræðunum, svona learning organizations sem enginn efast að Háskóli Íslands sé, og við þurfum að velja til samstarfsfyrirtæki sem vilja skilgreina sig sem lærdómsfyrirtæki, það er þau vilja breyta, og mínum skilningur á námi og kennslu í raun og veru breyting, það við erum að breyta okkur sjálfum eða þá við erum að læra til þess að breyta því hvernig við vinnum eða jafnvel breyta ykkur öðru og í sumum tilfellum öllum heiminum. Þannig að það er svona mín sýn á nám og kennslu að þetta séu breytingar. En tækifæri sem að má nýta oftar og betur, og ég segi hér oftar og betur, sumt erum við að gera en alltaf þessi getum við gert meira að. Ég vil fá að sjá iðnaða doktora, ég vil sjá doktorsnám sem hreinlega fer fram út í fyrirtækjum. Það orðin fyrirtæki af þeirri stærð og þeirri getu að þeir geti hýst og tekið að sér sína starfsmenn og haft á í doktorsnámi. Ég vil líka að við sjáum og förum inn í fyrirtækjunum og lærum þeirra aðferðir. Þetta á kannski auðveldast og auðveld að taka þetta í kringum verkfræðina, en ég held þetta eigi við í mörgum fleiri fögum. Þá ég að tala aðferðir eins og verkefnastjórnun, læra og vinna með einkaleyfi, vinna með staðla, það gríðarlegu verðmæti í stöðlum og læra að vinna með staðla, og síðan ferlar og ferlavæðing sem að verða mikið tísku orð í stjórnun og út í samfélaginu öllu. Og ég held að þarna sé gríðarlegt tækifæri til þess að fara út í fyrirtæki og læra og fá fyrirtæki inn til þess að kenna. Og síðan þessi lengri tíma samstarf. Þetta oft svona dálítið tilviljunarkennt og í stuttan tíma, en í mörgum tilfellum ég hef nokkra reynslu af því að fá nemendur fyrst kannski sem hluta af námskeiði, lokaverkefni, taka síðan meistarapróf og halda síðan áfram. Og þetta heldur síðan áfram í bara mjög langan tíma. Og það allt í lagi að hugsa þetta svona, gefa þessu góðan tíma, kannski þess vegna, við skulum hafa í huga, sumir nemendur eru hérna í 5 ár, og þá má segja að við höfum þá 5 ár til þess að rækta þetta samstarf einstaklinga. Fjórða og síðasta atriði sem að mér finnst nú að háskólunum, og þetta ekki tæmandi listi, þetta svona mínar stærstu hugmyndir og aukin tækifæri eða betri tækifæri í samstarfi, og það stofnun fyrirtækja. Ég myndi vilja sjá miklu fleiri tilraunir með fyrirtæki og stofnun meðal nemenda og kennara, og sérstaklega núna þegar við erum komið fleiri 100 nemendur í meistara og doktorsnám, þá þarna gríðarleg tækifæri. Hjá fyrirtækjum eru við ekki að nota, við erum svolítið að nota þetta til þess að í gegnum tíðina að svona fari í gegnum það sem til Ég held að fyrirtækin getur notað nemendur og nemenda og nám, samstarfum nám, til þess að kynna samkeppni, uppbyggingu á fagþekkingu, og þannig höfum við gert þetta að fólk tilengir sér ákveðið fag og komið svo til starfa, þá með lengri tíma sjónarmið, fara út og kynna störfum og stöðu á markaði, fara og vera viðskiptavinu fyrirtæki. Ég held ég að sé til dæmis tækifæri sem alveg nánast ónýtt, og fá þessa nýju sína á starfsemi í fyrirtækjum í gegnum nemendur og leiðbeinendur. Það gríðarlega mikilvægt. Ekki fara að læra hvernig fyrirtæki hugsar, heldur að fara að sjá fyrirtæki frá þessari nýju hlið, og ég veit ekkert ferskara heldur en öflugur nemandi inn í fyrirtæki. Það mjög hressandi. Spyr vitlausu spurningana, spyr þessari einföldu nauðsynlegu spurningar sem að allir þykjast vita svari við en hafa ekki spurt sig í langan tíma. En að lokum vildi ég bara segja þetta, ég veit ekki neitt fag innan háskólan sem ekki hefur samstarfsflöt við fyrirtæki, og í fyrirtæki í dag skilgreinir sig þannig að þeim nánast ekkert óviðkomandi og tellir sig upp á endi alls. Þannig að, og þess vegna þá held ég að það sé ekkert fag innan háskólan sem ekki svona relevant eða ekki tengist og ekki hefur samstarfsflöt við fyrirtæki. Ég tala þessi alþjóðlegu fyrirtæki sem ég kom frá. Ég sé gríðarlega eftir að hafa ekki tengst íslenskum fræðum. Icelandic Online,
þessi íslensk málvitund eitthvað sem við erum að kljást við, þessi tvítengdi kúltúr sem verður til. Fyrirtækja menning og hugvísindi, gríðarlega mikilvæg þáttur og mjög öflugur oft áhuga hópur ákveðna þætti í hugvísindum og sem að þarna möguleiki. Og síðan í kringum menntavísindin, símenntun og markaðssetning, mikið af markaðssetningu fyrirtækja í dag fer í gegnum kennslu. Það verið að mennta viðskiptavini og samstarfsfólk. En þetta vildi ég gera mínum lokaorðum og ég hlakka til í eftirmiddaginn að fá að spjalla þetta. Takk. Já, takk fyrir þetta Hilmar Bragi. Næstur á svið Ingjaldur Hannibalsson, prófessor við viðskiptafræði deild og hann ætlar að segja okkur frá raunhæfum verkefnum og dæmisögum. Málþingsstjóri og ágætir þáttakendur. Ég ætla að ræða aðalega dæmisögur og í málstofunni eftir hádegið þá verður greint frá tveimur raunhæfum verkefnum eða raunverulegum verkefnum en ég mun sem sagt einbeita mér hér að því að ræða kennslu með dæmisögum. Guðrún sagði okkur að fyrirlesturinn hefði komið með fjallræðunni. Dæmisögukennsla hún hófst hins vegar í kringum 430 fyrir Krist og það var Sókrates sem að þróaði aðferðina en hann lifði frá 469 til 399 fyrir Krist og aðferð Sókratesar byggði á því að spyrja röð spurninga og halda áfram að spyrja þangað til að svarandinn kom með rétta svarið. Dæmisögu aðferðin gerir raunverulega hið sama. Í stað þess að gefa svör og nemendur aðstoð við að finna út hvernig svara megi fyrirliggjandi spurningum. Þannig að þeir eru virkir og það þeirra að koma með svörin. Sá skóli sem hvað þekktastur fyrir kennslu með dæmisögum Harvard. Viðskiptafræði deildin í Harvard var stofnuð 1908 og í ræðu sem að deildarforseti viðskiptafræði deildarinnar hélt fyrir kennara á árinu 1920 þá setti hann fram nokkur atriði varðandi kennslustefnu deildarinnar. Deildin á að undirbúa nemendur fyrir störf í viðskiptum með því að þeir búi við staðreyndum og lögmálum og með því að þjálfa þá í lausn viðskiptafræðilegra vandamála. Kennslan ætti að byggja á sértækum staðreyndum og vandamálum sem sett eru fram með mismunandi hætti á svipaðan hátt og gerist í raunveruleikanum. Nemandinn ætti í öllum námskeiðum að þurfa að rannsaka staðreyndir, fjarlægja ónauðsynlegt efni, skilgreina vandamál sem unnt að greina til þess að unnt sé að komast að niðurstöðu. Nemandinn þarf að geta kynnt ákvarðanir sínar, munnlega og skriflega, eins og hann væri starfandi í fyrirtæki. Þetta var stefna viðskiptafræði deildarinnar í Harvard 1920 og dæmisögu aðferðin, hún byggir raunverulega á þessu og fullnægir þeim kröfum sem að deildarforsetinn setti fram þá enn þann dag í dag. Ég var að skoða fyrir nokkrum dögum skýrslu dæmisögukennslu og höfundar þeirra skýrslu töldu að þessi fræðasvið væru dæmi fræðasvið þar sem að dæmisögu aðferðin hentaði sérstaklega vel og þið sjáið að þarna að ræða allt milli himins og jarðar frá, við erum með dæmi listir, raunvísindi, hugvísindi, tungumál og svo framvegis. Með öðrum orðum, dæmisögu aðferðina má nota á svo til öllum fræðasviðum. Það sem mér finnst vera sérstaklega jákvætt við dæmisögu aðferðina að hún þjálfar margvíslega hæfileika samtímis. Hún, kannski best að nefna það upphafi, nemandinn fær texta, hann fær lýsingu á einhverjum aðstæðum og síðan
fær nemandinn það verkefni að greina staðreyndirnar sem fyrir liggja í viðkomandi texta. Oft á tíðum að ræða ákvörðunartaka sem þarf að taka ákvörðun, þannig að aðferðin hjálpar nemendum að þróa ákvörðunartöku hæfni. Nemendur nýta auðvitað fræðin til þess að greina dæmisöguna. Þeir fá þjálfun í munnlegri tjáningu. Nemendur þurfa að vinna þetta að hluta til í hópum og fá því reynslu af því að stjórna tíma. Oft lenda nemendur í því að vera í hópum með fólki sem það þolir ekki. Þannig að aðferðin ágætt til þess að þróa samskipta og félagslega hæfni. Í mörgum tilvikum gefst tækifæri til þess að þróa sköpunarhæfnina sem og rithæfnina. En nemendur þurfa að vera mjög virkir í sínu lærdómsferli og árangur þeirra byggir á ástundun, þannig að þeir sem stunda ekki námið, þeir ná litlum árangri. Nemendur verða að vera vel undirbúnir og oft á tíðum gerð svo krafa að ef nemandi ekki vel undirbúin, hann láti þá vita, því það getur verið neyðarlegt fyrir nemandan ef að kennari spyr og nemandin alveg á gatti. Nú framlag nemenda til hópsins að aðstoða aðra við að læra og að læra af öðrum. Þannig að nemendur í raun og veru í samstarfsverkefni þar sem markmiðið að allir í námskeiðinu læri sem mest. Það stuðst við ákveðna siðareglur þegar kemur að hegðun, ég kom aðeins inn á það aðeins síðar, og nemandinn þarf að helga sig náminu, helga sig stöðugum lærdómi. Dæmisögur eru mismunandi, það eru ýmsir skólar sem að hvetja kennara til þess að skrifa dæmisögur. Ivy School í Kanada dæmi einn og síðan auðvitað Harvard, en það eru fleiri skólar sem að leggja áherslu á það að gefa út dæmisögur. Þær geta verið stuttar eða langar, skipulegar eða ruglíslegar, með allar upplýsingar sem skipta máli eða með þó nokkuð upplýsingum sem skipta ekki máli. Það getur verið litlar upplýsingar umhverfi dæmisögunar eða allt og mikið af slíkum upplýsingum, og venjulega eru þær prentaðar en stundum fylgja með myndbönd, gagnagrunnar og fleira í þeim dúr. Það skiptir miklu máli hvernig dæmisögurnar eru valdar, þær þurfa að höfða til nemenda. Það eins með dæmisögur og óperur. Það hafa verið samdar fjölmargar óperur í heiminum og örugglega tugir þúsunda og flestar eru alveg hræðilegar. Og það eru bara það bil 100 sem verið að sýna út allan heim á hverjum degi. Það eins með dæmisögurnar. Það hafi verið samdar tugir þúsunda dæmisagna og flestar eru ónothæfar í kennslu. Þannig að ég eiginlega nota ekki dæmisögu nema hún sé á meðal þeirra mest seldu frá viðkomandi útgefanda. Því að það veitir svona manni tryggingu það að dæmisögan raunverulega virki í kennslu. Það þarf að velja dæmisögu þannig að hún passi á þeim stað í námskeiðinu, þar sem á að fjalla hana. Góð dæmisöga, hún gefur kost á bæði opnum og afmörkuðum spurningum, og mér finnst það vera mjög jákvætt ef að dæmisögan gefur möguleika á hlutverkaleik og atkvæðagreiðslu. Og mér finnst mjög gaman að dæmisögum þar sem að nemendur greiða atkvæði í upphafi og þá kemur í ljós ákveðin skoðun á því hvað sé nú kannski skynsamlegt að gera í viðkomandi tilfelli og sjá svo hvernig skoðanir nemendana breytist eftir því sem umræðan fer fram. Grármiði, það ekki? Nú, dæmisögu aðferðin byggir á þrepum. Einstaklingur undirbýr sig, les söguna yfir einu sinni eða tvisvar, hitti síðan samnemendur í litlum hópi til þess að læra hver af öðrum og síðan hittast allir nemendurnir saman og kennari leiðir umræðuna. Þetta sem það 3 þrepa lærdómur og leið og jaða lærdómurinn fer að minnka, þá skipt form, farið í litla hópin og síðan í þann stóra.
Nemendur sitja yfirleitt í sama sæti, þeir hafa nafnspjald fyrir framan sig, kennarinn stýrir umræðu og beinir spurningu til einstakra nemenda. Þeir rétt upp hendi þegar þeir vilja taka þátt, leggja eitthvað að mörkum. Nú kennarinn gerir ráð fyrir allir séu undirbúnir, þannig að hann getur spurt hvert sem og kennarinn skráir hjá sig framlag nemenda sem hefur vægi í lokaengun. Hönnun kennslustofa skiptir málið, það mikilvægt að fjarlægðir séu sem minnstar. Það mikilvægt að sálfræðileg samkennd kennar og nemenda sé sem mest. Kennslustofan þarf að hvetja til samtals á milli nemenda en ekki aðeins á milli kennar og nemenda og þær þurfa að vera breiðar og grunnar, helst með miðjugangi, þannig að kennari geti komist nálægt sem flestum nemendum. Hringstofan í Háskólatorgi auðvitað hönnuð sérstaklega fyrir dæmisögukennslu og frábær fyrir það kennsluform. En stóru kennslustofurnar í Háskólatorgi, það einnig hægt að nota þessa kennsluaðferð þar, þar sem að kennarinn á mjög auðvelt með að nálgast nemendurna. Þeir sitja á stólum, á hjólum, þannig að það auðvelt að snúa sig við og hlusta á nemanda sem að sitja fyrir aftan. Þannig að mín reynsla því að nota dæmisöguaðferðina í bæði hringstofunni og stóru stofunni í Háskólatorgi mjög góð. Ég yfirleitt með svona kort fyrir fram á mig, ég skrái þáttöku nemendana, þeir sitja alltaf í sama sæti. Nú þetta rauðleitt og það ekkert vandamál að vera með, finnst mér, upp í svona 60-70 nemendur í þessu kennsluformi. Kennslumiðstöð gerði nýlega könnun fyrir viðskiptafræðideild og viðhorf nemenda. Þeir vilja takast á við raunverkefni, þeir eru ánægðir með hópavinnu og umræður, þeir vilja færri fyrirlestra og fleiri umræðu á dæmatíma og þeir vilja vera virkir í tímum og þar með máli mínu lokið. Takk. Takk fyrir þetta, Ingjaldur. Þú rétt slast við bjölluna. Þá komið að síðasta framsögumanni hér í hátíðarsalnum. Það Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt við stjórnmálafræðideild og hún ætlar að segja okkur frá Facebook í kennslu og hvort að Facebookin sé truflun eða tækifæri. Góðan dag, má ég fá að skrifa sér? Já, ég ætla að tala Facebook. Ég Facebook-fíkill eins og flestir nemendur í dag og fékk styrk frá kennslumálasjóði á síðasta ári til þess að vinna rannsókn á verkefni sem ég hef verið að vinna og skoða bara hvernig, hvort að þetta að skila einhverjum árangri, hvort að bætir einhverju við. Og hugmyndin hjá mér vaknaði svo heilmennandi áðan að maður situr í tímum og nemendur eru hreinlega alltaf með tölvuna fyrir fram að sig og ég veit alveg að nemendur eru detta inn á Facebook af og til, ég myndi gera það líka ef ég væri með tölvuna í tíma. En af hverju eru þið að þessu? Er þetta lítill áhugi, er þetta skortur á hlutdeild og þau ekki þátt í náminu á einhvern hátt, væri hægt að auka aðild þeirra að náminu með því að bæta einhvers konar samskiptatækni. Og við erum í verkefni í deildina, erum að styrkja samfélagið, að búa til meiri samkennd og heild með nemendum og þetta hluti af því. Og ég hef núna gert þetta í einu námskeiði tvisvar og í öðru námskeiði, þannig að 3 hópar sem ég hef verið með. Og ég mjög skýr með það gagnvart nemendum í upphafi og setja inn á kennsluáætlun að þetta ekki námsefnið sem á að koma þarna. Þetta umræðuvettvangur, þetta leið fyrir okkur til þess að skiptast á skoðunum og deila efni. Þannig að þetta félagslegt umhverfi og þetta viðbót. Allar opinberar upplýsingar, það prófa morgun, skilafrestur eitthvað. Það fer allt saman áfram í gegnum ugluna. En við vitum líka af fenginni reynslu í deildinni að nemendur lesa uglupóstin ekkert ofislega mikið. Þeir missa af upplýsingum, við erum að boða þau á fundi í svona umsjónarkerfi sem við erum með kennurum og nemendum og þau missa af þessu. Þannig að við erum líka með Facebook-hóp fyrir þau og þar virðast þau sjá þessar ábendingar. Ég hef nokkra fyrirvara við þetta. Ég hef miklar efasemdir sjálf að nota Facebook. Þetta stór fyrirtæki, það eignast upplýsingar sem eru settar þarna inn. Ég ger mér grein fyrir þessu og þetta
Reyndar ég verið að taka viðtöl með aðstoðarkonu sem hefur tekið viðtöl við nefndu fyrir mig. Þetta bara einu sinni komið upp sem gagnrýni en ég hef mjög mikla efasemdir þetta. Hver á þetta og hver stjórnar þessu og hver hefur aðgang að þessu. Þannig að sá fyrirvari til staðar. Og síðan auðvitað hendar þetta ekkert nema að sé sjálfur á Facebook. Og fólk svona, já, ég ætti nú að gera þetta en ég aldrei á Facebook. Nú, þá ertu ekki að fara að gera þetta. Ef þú þarft að taka þetta skref og fara inn og muna sjálf að fara inn á Facebook til þess að tala við nemendurna, þá er það ekkert rétta leiðin fyrir þig til þess að eiga samskipti við nemendurna. Og síðan auðvitað ger ég mig líka alveg grein fyrir þetta verður ekkert alltaf Facebook, en Facebook tækið í dag, staðurinn í dag, þar sem að krakkarnir eru. Og þarna eru þau núna, það verður eitthvað annað, það var MySpace fyrir ekkert svo löngu síðan, það kemur eitthvað annað í staðan fyrir Facebook einhver tíma setna, en hugmyndinu samfélagsmiðlana á eftir að lifa einhver tíma, þannig að kannski getum við fært þetta á milli. Svona kennslufræðilega, ég tók kennslufræðinámskeið hjá Guðrúnu og þar svona vöknuðu hugmyndir þetta, að ég gæti mögulega að nota þetta til þess að auka hlutdeild nemendana, að þau ættu meira í náminu. Mér langar líka, ég þól ekki að vera hérna, ég myndi vilja vera þarna niðri, ég þól ekki pontur. Það skapa valdastöðu sem ég vil ekki hafa inn í kennslustofunni minni. Ég vil vera með nemendum, ekki andspænis þeim. Og þannig að þetta líka staður þar sem ég á sama fórumi og þau á sama stað. Og síðan það þessi hugmynd sem við erum að vinna með í deildinni, að það að tilheyra samfélagi einn besta forvörnin gegn brottfalli. Og við erum auðvitað eins og allar aðrar deildir og allar háskólinn að vinna í því að draga úr brottfalli. Líka að það að geta tengt hugmyndir við eigin líf og eigin reynslu, hugmyndir sem það takast á við í abstrakt akademísku umhverfi, að það eykur tök þín á náminu, þannig að þetta hluti af þessari hugmynd sem að Guðrún kom inn á líka vendikennsluna, að takast á við efnið. Og efnið fylgir nemendunum þegar þau fara út úr kennslustofuna, þau eru búin að nefna þetta töluvert í viðtölunum, að þetta svona að þau hætti ekkert að vera í náminu þó þau fari út úr tíma, að því að þau koma skilaboð, það einhver í námskeiðinu sem að setur eitthvað inn og nefnir þetta. Og síðan auðvitað þetta líka svona að vera með nurturing kennsluhætti, að maður að ná til nemendana. Ég miklu fljótar að læra hvað þau heita, ég með 70-80 nemendur í bekk og ég yfirleitt búin að ná nöfnunum á þeim öllum eftir nokkra vikur, vegna þess að ég sé andlitin á þeim á myndum sem að þau eru að setja inn af sér á Facebook. Og síðan þarf ég ekki að hleypa þeim alveg að mér heldur. Það hjálpa mér að hafa mitt engalíf svolítið aðskilið. Ég með þau grúpu, þau reyna ekki að vingast við mig á Facebook í staðinn. Það kemur eftir að þau klára námskeiðin frekar. Kveikjan að þessu verkefni og grein sem ég las í kennslufræðinni sem heitir Generation Y, Who They Are and How They Learn og frá árinu 2010. Og kynslóðin sem við erum að fá inn í skóla núna eru innfæddir netverjar, digital natives. Þau eiga heima á internetinu miklu meira heldur en bara mín kynslóð og hvað þá þeir sem eldri eru. Hilmar nefndi þetta í sínu erindi þegar hann satt aftast og horfði á hvað var að gerast í tölvunum. Þau detta inn á Facebook og einhverja svoleiðis miðla, en þau smetla sig í gegnum efni miklu hraðar. Heitið á þessu erindi sem ég breytti eftir ég fekk þetta kvót úr nemenda, við erum miklu hraðar í kynslóð heldur en kennandi voru okkar aldrei. Þau fara rosalega hratt í gegnum efni. Ég ger þetta mjög mikið í kennslu, þegar kemur eitthvað upp, einhver spyr, ég ekki með svarið, getur þú googlað þetta, hendi svona á grúppuna og þá allir komin með svarið eftir hálfa mínútu. Þannig að ég þarf ekki að vera með allar upplýsingar í kollinu. Þannig að þetta verkefni hreinlega bara tilraun til þess að vinna með þessa færni þeirra, reyna að styrkja tök þeirra á efninu. Ég hef gert 2 tilraunir við talum bara það námskeiðurinn veru í ingangsnámskeiði alþjóða stjórnmálum. Nú er þetta ídealt efni til þess að nota samfélagsmiðla, en ég held að eiginlega öll viðfangsefni okkar í háskólanum geti gert þetta. Og ég hagaði mér mismunandi gagnvart nemendum meðvitað. Í fyrra hópnum að þá var ég mjög virk framan af, dældi inn efni og svona, og það tók þau svona, þú veist, það var svona like, 2 like, 3 like, smám saman, og svona eftir viku þá voru þau farin að kommentera hjá mér og síðan svona eftir 2-3 vikur þá voru þau sjálf farin að setja inn efni. Í seinni hópnum, núna síðasta haust, að þá hélt ég mér meira tilbaka, skipti mig minna af því sem það var að gerast, það tók svipaðan tíma. Þau voru orðin heima í þessum hópi eftir mjög stuttan tíma. En þar var meira svona hvenær er þetta verkefni, hvenær er að skila þessu,
daginn fyrir próf þá voru þau að henda spurningum fram og tilbaka að svara og svona, þannig að þau svona tóku aðeins meiri stjórnina á hvernig þetta gerðist. Ég vonast til þess að efnið setji betur í þeim vegna þess að þau eru sjálfa að tengja þetta við sína reynslu. Ég vonast til að þau upplifi valdeflingu, að þau eru sjálfa að velja efni og setja það inn. Ég nota mjög mikið af myndböndum í kennslu sem ég hef fengið út úr þessum hópum smám saman. Þau setja inn efni sem þeim finnst sniðugt. Frábært vídeo, Keynes vs. Hayek, það sem þeir eru að boxa, það er rapplag, rosalega vel pródúserað. Ég spila þetta klukkan 8 á morgnana og þá vaknaði líka. Þetta er alltaf nefnt í uppgjöri á námskeiðinu, bara já, þau lærðu neoliberalisma á þessu vídeói, rapplag bara, og þetta fékk ég frá nemanda í gegnum Facebook-hóp árið áður. Þannig að þau sem sagt leggja inn og þekkingin safnast saman. Og þau nefna líka, ég var að vonast til þess að þau myndu upplifa aukna tilfinningu samfélag þar sem þau þekkja andlitin hvert öðru og þetta er fyrsta ásnámskeið, þau þekkjast ekki þau komin og þetta er svona bara nokkra tilvitnari svona til þess að gefa ykkur tilfinningu fyrir því að það virðist vera að birtast, manni finnst maður að þekkja allir bekknum miklu betur, miklu þægilegra að þóra að segja eitthvað í tíma og svona aðra. Og svo ef það var grein eitthvað ákveði sem hafði skoðun á og sá maður eitthvað, þessi sem ég hafði aldrei talað við hafði bara mjög svipaða skoðun og þá kannski reyndi maður frekar að kynnast þeim. Þannig að þau notuðu þetta sem svona gátu testað skoðanir og svoleiðis. Þau voru svolítið hrædd við að setja inn efni fyrst og kannski lesa einhverja grein eitthvað síðu sem ég vissi ekkert og svo fekk maður bara feedback og þá jafnaði þetta sig. Kom einhver með link og eitthvað og svo er eitthvað að reyna að segja eitthvað í tíma, eru þau að tala þarna. Og svo er þetta bara eitthvað rosalega fáránlegt og þá gæti ég komið og sagt, heyrðu, þú ætti kannski að passa þig á, er þessi miðill marktækur, er þetta eitthvað sem að þú getur verið viss að sé góð heimild. Þannig ég gæti líka styrkt þeim, einhvern tíma fengum við rosalega mikið af ritgerðum sem að vísuð í kynáttunar leiðréttingar síðu sem að krakkarnir svona pikkuðu öll upp einhvern veginn, sem að bara áróður gegn mjög homofóbískur vefmiðl. Maður getur gripið inn í og komið í veg fyrir einhverju svona þegar þau sé að taka upp skrýtnar hugmyndir. Auðveldar að setja efni inn á Facebookið vegna þess að ef þú stendur upp í tíma og réttur upp hönd að taka allir eftir að sjá allir framan í þér og ef þú segir eitthvað kjánalegt, ef þú segir eitthvað ógeðslega heimskult á Facebook-grúpunni, getur þú bara að deleta því. Þá gerðist það aldrei. Valdatengslin eitthvað sem að ég reyndi að spyrja þau að við erum alltaf að reyna að fá þau til þess að tala og þau upplifa auðveldara, þessi miklu auðveldara að segja eitthvað á Facebook og þau geta sendt skilaboð og reyndar nefna þau líka mjög mikið að þegar þau setja inn skilaboðin, ég kannski sé þau ekki, þau eru búin að fá svör frá samnefndum sínum samstundis. Þetta er í kennsluáætluninni, þetta er þarna og þau hlakka til þess að mæta í tíma vegna þess að hver verður umræðan, hvað verður sett á Facebooki. Þarna er hægt að setja inn efni sem er búið að gabba þau til að lesa. Ef það stendur ítarefni þá lesa þau það ekki, en ef maður setur hann á Facebook þá detta þau inn á það og fletti gegn. Þetta sagði nemandi sjálfur og þau tengja þetta við eigin reynslu. Þannig í raun og veru bara dæmin sem að það sem ég var að vonast til að kæma út úr þessu var í raun og veru það sem að gerðist. En svona neikvæða það var mjög erfitt, virtist vera, ég tók ekki viðtalið sjálf, erfitt að fá þau til að segja eitthvað neikvætt. En það kom einu sinni upp þessar efasemdir mínar bara Facebook sem stórfyrirtæki og sem á það sem gerist þarna inni og stundu voru nemendur svona að setja inn einhverjar spurningar sem var mjög auðvelt að finna svörum við og hefði ótt að vita sjálfur. En ég losnaði við það á mínum tölvupósti. Þannig að ég er raun og veru bara mjög ánægð með þessi tilraun og ef fólk virkir Facebook-notendur þá held ég að þetta sé gott tæki og krakkarnir segja þetta og mér finnst einmitt maður finnur svo mikið fyrir því þegar maður er í tími hjá kennurum sem bara vilja ekki taka þátt í breytingum. Takk fyrir mig. Eins og við vitum þá er ekki hægt að klappa á Facebook en eigum að sjá hvað fær Silja Bára mörg like. Þetta er aðeins mörg like. Heyrðið, við erum aðeins komið fram úr áætlun. Við ætlum samt bara að stytta hádegisliðið, það verður til korter í. Síðast atriði á dagskránni hérna er seinni hluti myndbandana sem við sáum hérna áðan.
Annars vil ég bara hrósa ykkur fyrir góða þögn og virka hlustun. Það hlustu allir hérna mikill athygli, því hróskili fyrir það. Þannig að málstofunar, það er kannski rétt að fara yfir málstofunar hvar þær eru, annars plaggat hérna frammi þar sem þið getið skoðað þetta. Opin vefnámskeið í stofu 218 í Norðurálmu sem til vinstri þegar þið komið hérna út. 218 opin vefnámskeið. Hvernig geta nemendur stuðlað að fjölbreyttum kennsluháttum? Það í stofu 225, hún líka í Norðurálmu. Vendikennslan í 220 í Norðurálmunni. Námsverkefni í tengslu við atvinnulíf í stofu 207 í Suðurálmunni. Raunhæfverkefni og dæmisögur í 229 í Suðurálmu og Facebook í 222 í Norðurálmu. Þetta stendur svo hérna frammi. Heyrðu, þá það vídeóið og svo það hádegismatur. Nei, þetta yfirleitt bara, þetta svo mikið fyrirlestrar þar sem kennaran yfirleitt að fara með einhverja rullu og að skírskota í bækur og ritgerðir sem við að vera að lesa, sem gott og vel, en þetta yfirleitt eiginlega bara þannig. Þannig að það ekki mikið feedback á milli kennara og nemenda. Og aukin heldur virðist vera svona séríslensk menning þar sem bara nemendur og ég meðtalinn bara svo rosalega sjálfsmeðvituð að það segir enginn neitt og það bara yfirleitt þögn í salnum eða herberginu ár eftir ár og þess vegna er þetta rosalega einhliða og ekki sérlega örvandi og svo ekki nógu mikið af litlum verkunum finnst mér. Lítil verkefni getur verið ýmsum toga en yfirleitt þetta bara eitthvað miðjarnar jumbo dæmi og svo ævintýralega stórt og mikilvægt lokapróf sem nánast allt stendur og fellur með. Þannig að já, mér finnst það vera miður í þessu öllu saman, aldrei heyrt á það minnst. Fjölbreyttir og ekki fjölbreyttir, nei, þetta byggist mikið á bara fyrirlestrum og umræðutíma. Nei, stuttumáli nei. Já, það bæði verkleg kennsla og fyrirlestur og svoleiðis, þannig að allavega stundum. Ég veit það ekki alveg, þú veist, jú, við veitum náttúrulega hvað við erum að fara að vinna við og svoleiðis og förum í verknám og eitthvað, þannig að það í rauninni tengingin úr verknáminu og vinnustæðina. Já, það má alveg segja það, algjörlega. Bara til dæmis í upphafi náms þá förum við í ferð, það fannst mér svolítið fjölbreytt, þá förum við í ferð þar sem við lærum viðtalstækni. Förum út úr bænum, erum í sólarhring og lærum í svona vinnubúðum og það notað líka svona reynt að bæta við svona verklegum svona æfingum í náminu þegar maður komin á þetta stig í þessu námi sko. Já, einstakar sinnum, það verður ekki verið svona gegnumgangandi, þú veist, kannski aðferðir sem ég nota til þess að læra en stundum ef ég að velta fyrir mér einhverju fyrirbæri þá kannski kíki ég á það á netinu. Þannig að þetta fara á YouTube og tjekka á ýmsu. Já, ég er aðalega á menntavísindasviði og þar eru alls konar aðferðir notaðar, bæði mikið samvinna nemenda og einnig ég í kúrsum í mannfræði og náms- og starfsráðgjöf og þar eru líka notaðir alls konar og mikið miða að því að nemendur vinni saman. Nei. Ég veit það ekki, ég hef aldrei heyrt það fyrir núna. Í sumum námskeiðum en öðrum ekki, það bara allur gangur á því. Ég bara, í sumum áfengum, sumum ekki, það bara mjög misjafnt. Sumir áfengur eru það stórir að þú veist, það lítið eftir að gera, nema bara hafa skrifleg próf og sem gilda mikið þá, en aðrir áfengur eru svona minni og þægilegri hópar vinni. Nei, það mjög einfalt og gammaldags yfirleitt, það sem ég hef kynst í heimspekinni. Nei, heimspekin náttúrulega svo bara háflega, hún tengist ekkert mikið atvinnulífinu. Aftur á móti hef ég
kennarréttind og hef kennt, þannig óbeint. Mér finnst alveg með að bæta. Mér fannst allavega fyrsta árið sálfræði ekki mikil fjölbreytni. Nei, ekki neina hugmyndir en það má alveg breyta. Já, það eru bæðalega ritgerðir og heimapróf og próf og þess að annarkvort símat eða lokapróf. Já, þetta er svona frekar bara hefðbundið í fyrirlestrarformi og þannig, en stundum eru hópumræður, það er gaman. Annars er þetta bara frekar hefðbundið, sko. Já, ég myndi segja það. Við erum bæði að gera svona hefðbundin verkefni og ritgerðir og svo erum við líka með svona raunhæf verkefni í fyrirtækjum og þannig að við getum fengið tækifæri til að efla svolítið tengslin við atvinnulífi. Nei. Sko, það er svo mismunandi eftir námskeiðum. Í einu námskeiði sem ég er í þá er alltaf umræðuhópar eða svona umræðutímar og maður á að skila skýrslu eftir umræðu tímana og svona meta þáttöku hinna nemyndi og eitthvað svoleiðis. Það er mjög, ég hef aldrei gert það áður sko, að vera svona að gefa öðrum nemyndum einkunn, þú veist, það er spennandi. En í hinum áfengunum er þetta svolítið mikið bara fyrirlestrar, þú veist, bara svona venjulegt innan gæsalappa. Sko, það ætti alveg eins og þessi umræðu hópar, mér finnst það, þú veist, mjög skemmtilegt. Í staðinn fyrir að gera alltaf bara eitthvað verkefni heima, það sem er einn að pæla í verkefninu og eitthvað svona, að því líka, þú veist, bókmenntafræði er svolítið mikið þannig að maður á að vera að túlka og pæla í efninu, þannig að það er svo næs að sko tala við annað fólk, þú veist, og svona fá kasta á milli hugmyndum, þú veist, þannig að mér finnst það rosa skemmtilegt form, þetta umræðu hópa format, sko. Finnst það virka vel? Já, mér finnst það. Við tökum áfanga úr mismunandi deildum og smökkum svolítið á ýmsu. Já, við gerum náttúrulega verklegar æfingar og verkleg próf og síðan í ýmsum öðrum áfengum úr öðrum deildum þá erum við sett í lokapróf, við þurfum að skila ritgerðum, við þurfum að halda fyrirlestra og svo framvegis og svo framvegis.